Hvaða áhrif hefur fiskeldið á atvinnu og þróun byggðanna á Vestfjörðum? Fiskeldi eykst hröðum skrefum fyrir vestan og mun væntanlega gera á komandi árum. Guðrún Anna Finnbogadóttir, verkefnastjóri hjá Vestfjarðastofu, er gestur í landsbyggðum. Guðrún Anna, fiskeldi, það er mikil uppbygging fiskeldis hérna fyrir vestan því að því hefur verið haldið fram að fiskeldið sé svona viðspyrnan í atvinnulífinu. Ertu sammála því? Já, það er engin spurning að síðan fiskeldið hófst hérna 2010 með Fjarðalax að þá fóru svona ákveðin bolti að rúlla og þarna kom ákveðin von eitthvað nýtt og tækifæri fyrir samfélögin. Og síðan í kjölfarið kemur hér Arnarlax sem síðan er búin að kaupa Fjarðalax og í núna síðustu ár hefur Arctic Fish verið að starfa hérna. Það er augljóst að sjálfsögðu að hér hefur fjölgað störfum og hér hafa opnast ný tækifæri. Fiskeldi er svolítið skemmtileg grein að því leyti, við höfum marga firði. Kvíarnar dreifast á firðina sem þýðir að það þarf að þjónusta þá frá hverjum stað sem hentar mjög vel samfélagi sem byggir á strandlífi og litlum bæjum hér vítt og breitt Vestfirði. Þannig að landfræðilega er fiskeldi mjög hentug atvinnustarfsemi fyrir Vestfirði. Svo er aftur á móti sjáum við náttúrulega hlíðarstörfin og hér var gerð könnun þar kemur í ljós að aðrar greinar á svæðinu og fólki á svæðinu er ánægt með fiskeldi hvað það varðar að það telur að það styrki önnur störf og önnur fyrirtæki og þar sjáum við þetta fiskeldi er náttúrulega fiskeldi í kvíum út á sjó en svo eru þetta hér gríðarlega stór seiðaeldisstöð sem er örugglega heimsmælikvarða bara að skora hátt og síðan erum við með að sjálfsögðu þjónustufyrirtæki eins og sjótækni og fleiri fyrirtæki. Þannig að við sjáum líka tækifærin svona á jaðrinum við fiskeldið og við sjáum kannski meira það að nú hafa skapast kannski fjölbreyttari störf þannig að hjón eiga auðveldara með að koma tilbaka og báðir aðilar fá störf sem er alltaf lykilatriði. Hvernig er Vestfjarðastofa að fylgjast með þróuninni og hvaða áhrif fiskeldið hefur þá á atvinnulífið og mannlífið? Sko, mitt starf er að hluta til að fylgjast með fiskeldi og fara yfir það hvað þetta er að gera fyrir samfélagin og á síðastliðnu ári þá lögðum við fyrir könnun hérna á svæðinu viðhorfskönnun samgöngur og fiskeldi og út úr því koma ákveðnar vísbendingar sem við erum síðan að nýta í okkar starfi áfram og það hefur bara sest niður með sveitarfélögunum og haldnir fundir þar sem sveitarstjórnarfólk hefur fengið að bara fara yfir þetta í rólegheitum með okkur, hvað eru tækifæri og hvað getum við nýtt af þessu. Síðan var unnin skýrsla með KPMG og þar sem voru að fara yfir svona hagtölur, hvað hefur þetta þýtt fyrir Vestfirði. Árið 2017 unnið sambærilega skýrslu nema það var svona framtíðarmat, hvað myndi gerast ef kemur fiskeldi í Ísafjarðardjúpi. Við hins vegar ákváðum að taka núna Vestfirði, alla að sjálfsögðu og þá erum við allt í einu komið með rauntölur. Þannig að nú erum við með rauntölur það hvað er fiskeldið að gera fyrir okkur og hvernig hefur þessi spá sem var lögð fram á sínum tíma ræst. Og þar kannski erum við svolítið að horfa á til dæmis að miðað við væntingar þá hefðum við talið að hliðastörf og áhrifin yrðu 2,4 einstaklingar á móti hverju starfi í fiskeldinu en niðurstaðan er að sýna að það er aðeins 1,8. Þannig að þetta með fjölbreytni starfa, það er sannarlega fjölbreytt störf en að sjálfsögðu viljum við fá alla flóruna. Við viljum fá eftirlitsstörfin, við viljum fá rannsóknarstörfin í ríkari mæli hérna á svæði. Enda mjög eðlilegt og að við skoðum sambærilega tölur í Noregi að þá miðað við það magn sem hefur verið að framleiða hér að þá ættum við að vera með 30 sérfræðinga eða eftirlitsaðila í fiskeldi á svæðinu nú þegar. Þeir ná því ekki, fjarri því reyndar.
Núna á þessum tímapunkti það fjölgar störfum að sér hratt í fiskeldinu, en ég bara fiskeldisfyrirtækin sjálf greinin, hversu mörg eru störfin þar ef við undanskiljum afleiddustörfin? Það nefnilega núna vorum við að skoða bara tölur og Arnarlax gaf út skýrslu sitt skattaspor og þar kemur fram að það eru orðnir 150 starfsmenn hjá Arnarlaxi. Á sunnanverðu Vestfjörðum hefur Arnarlax 15% af vinnandi fólki á launaskrá hjá sér, sem heilmikið. Síðan Arctic Fish, sem fyrirtæki sem rauninni bara rétt að komast inn. Það bara búið að vera alasinn fisk og hann kom til slátrunar á síðasta ári. Þannig að núna það að fara að tikka inn með meiri krafti og varlega áætlað teljum við alveg 20% af störfum á sunnanverðu Vestfjörðum eru einhvern hátt tengt fiskeldi. Við sjáum fyrir okkur, fyrir alla Vestfirði, þegar að eldið komið í gang eins og í Ísafjarðardjúpi, að þá muni þetta verða kannski ykkur 20% og miðað við svona einhverja tölur 1850 manns hafi beint óbeint ykkur hag af því að þessi stunda fiskeldi. Þá gott að hafa í huga að við erum aðeins 7000 og þannig að við getum séð fyrir okkur að ég á ekki vona á að við séum að fara að verða 8800 endilega. En hins vegar sjáum við að það mun vera hliðrun, þannig að það mun væntanlega fjölga á Vestfjörðum, allavega standa vel í stað og störfin verður fjölbreyttari. Getum þá sagt alveg blákalt núna að svona í atvinnulífið á Vestfjörðum og þá sveitarfélögin öll að þau svona standi á vissum krossgötum hvað þetta varðar allt saman, eða hvað varðar atvinnulífið? Já, ég myndi segja að við getum það því að áhrifin eru ótvíræð. Svo þurfum við bara að ræða hvaða áhrif viljum við fá meira af og hvernig eigum við að vinna saman. Og þar kemur aftur ríkið svolítið sterkt inn með það að regluverki í kringum fiskeldi alls ekki skýrt. Til dæmis aflagjöld, þar verið að nota tölur bara frá hafnalögum sem eiga alls ekkert við fiskeldi. Þar þarf bara að gera nýja gjaldskrá sem hendar þessari grein. Þannig að það sé svona eðlilegir stofnar, tekjustofnar fyrir sveitarfélögin því að þetta þýðir gríðarlega þjónustu. Fiskeldi þannig að þjónustubátarnir eru á bryggjunni 365 daga á ári og það mikil traffík á bryggjunni á meðan að fiskiskipin koma á morgni eða fara út í 2-3 daga og koma svo aftur og þannig að það ekki sömu umsvif á bryggjunni. Þannig að þetta svona ólíkar starfsgreinar en það sem við höfum í rauninni búum að auðvitað sjómennskan að hér fólk sem hefur mikla þekkingu á því sem að nýtist auðvitað þjónustubátunum og fólk sem hefur þekkingu á veðurlagi og hvernig staðhættir eru. Það náttúrulega fólk sem gulls í gildi í fiskeldi líka. Þeir sem að þekkja vel til. Ég meina, það eru mikil vísindi að kunna á fjöllin sín og firðina sína sem að nýtast þetta í fiskeldi eins og hefur nýst í sjávarútvegi í gegnum aldirnar. Ef við segjum nú þá að þessi grein, þetta sé svona stór iðja Vestfjarða. Við þekkjum það í gegnum tíðina að þegar verið að setja þá stór fyrirtæki niður, Bakki á Húsavík, álver á Reyðarfirði, að þá kemur ríkið mjög gjarnan inn með einhverja innspýtingum í innviðina, laga vegina, nýja höfn og svo framvegis. En hvernig staðan hérna fyrir vestan í þessu sambandi? Sko. Eigum við að tala vegina fyrst þá? Það mjög gaman að segja frá því að þessi verkefni það hafa fengið styrki eða verið studd með milljarði til upp í 3 milljarða eftir aðstæðum, eftir stöðum á undanförnum árum og þannig það hefur verið komið virkilega, það hefur verið metið eins og á Reyðarfirði, það var bara metið hvað þarf til þess að þetta fyrirtæki geti verið hérna. Hvaða innviðir þurfa að vera, hvaða vegir þurfa að vera og þá verður gerð göng strax þannig að það verður hægt að fá fólk af stærra svæði og allar þessar framkvæmdir voru að sjálfsögðu greiddar af ríkinu sem við öll saman að reyna að búa okkur til tekjur og lífsviðurværi og frábært að gera það fyrir austan. Vel að merkja þá
hafa komið peningar sem hægt að tengja beint við fiskeldi vegna hafnarframkvæmda á Bíldudal. Og þar erum við að tala 130 milljónir beint í fiskeldi en 265 milljónir í hafnarkantinn sem líka nær Kalkþörungafélaginu sem á Bíldudal. Það alltaf sumt vegna þess að liðurinn vegir á Vestfjörðum vegna fiskeldis 0. Þá finnst mér mjög gaman ef ykkur ætlar að segja mér að það sé verið að laga hér Pennudalinn og Gufudalssveitin sé að koma og jarðgöng, Dýrafjarðargöngin og allt þetta. Þá bara mjög gaman að nefna það að vegirnir voru 60 ára, malarvegir og eru þarna ennþá, það ekki ennþá búið að klára dæmið. Ef að fólk ætlar að tengja það við fiskeldi, þá finnst mér mjög gaman að spyrja og hvað ætluðu menn þá að gera varðandi þessu 60 ára gamla vegi? Átti þó bara aldrei að laga þá. Þannig að það fær mig enginn til að skilja það að það hafi farið 1 króna í vegaframkvæmdir á Vestfjörðum vegna fiskeldis. Hins vegar krafa núna og það var gerð þessi viðhorfskönnun samgöngur og kemur bara í ljós á sunnanverðu Vestfjörðum að 80% af fólkinu líður ekki vel með að starfa hér á milli byggðarlaga vegna óþæginda við að keyra hér að vetrarlagi. Þar kemur tvennt til. Þetta veðurfarið, en svo það náttúrulega líka þjónustan. Það bara móka til klukkan 6 á kvöldin og hvað ef þú ert á kvöldvakt? Ef þú ert móðir og býrð á Bíldudal og vilt vinna á Patreksfirði, ef það klikkar veðrið þá hefur þú engan til að sækja barnið þitt á leikskólan. Þannig að krafan í dagurinn ef við ætlum að tala eitt atvinnusvæði, þá þurfum við bara að fara að hugsa í þannig lausnum. Og það var mjög eðlilega framkvæmt að hér væru göng á milli Patreksfjarðar og Tálknafjarðar og síðan yfir á Bíldudal og sömuleiðis fyrir norðan á Ísafirði og þar mjög eðlilega framkvæmt að það komi Súðavíkurgöng. Því að sá vegartálmi gerir það verkum að Súðavík í rauninni, það getur ekki talist full gildur aðili inn í sameiginlegt atvinnusvæði norðanverðra Vestfjarða að það eru lokað dögum saman vegna snjóflóðahættu, grjótruns. Það eru margir möguleikar í hindrunum þar. Þannig að við erum í rauninni að tala við þurfum að hugsa þetta nýtt. Vestfirðingar í dag bara fullt af nýju fólki. Það hefur bara verið gerð könnunum á landsvísu. Það aðeins 30% af fólkinu á landsbyggðinni sem einhverju svona originalar sem hafa aldrei farið neitt. Hinir eru fólk sem hefur komið og farið og við erum að lokka að nýtt fólk. Okkur finnst spennandi og hér tekið mjög vel á móti fólki og gott að koma sem nýbúi. Þannig að nýbúi þá meina ég af öllum þjóðernum og þá þurfum við líka að hugsa, þetta fólk ekkert vant einhverju vetrarfærdóslist. Því finnst bara í lagi að þessi mokað og því finnst bara í lagi að það komist þegar það vill komast að sjálfsögðu með þeim undantekningum og þú ferð ekkert ef það algjörlega brjála veður, en annars áttu bara eiga það bara hafa þá þjónustu að þetta sé svona nokkuð skothelt, svona yfir árið. En þessi ræða sem að þú fórst með að ríkið hefði ekki sett mikla peninga í að byggja upp innviðina, þetta ekki til fyrsta skipti sem þú ferð með þessa ræðu. Þegar þú lest yfir fjárveitingavaldinu, hvaða svör færðu þá? Heyrðu, það náttúrulega bara mikil samkeppni fjármagn og nú við verið að tala að malbika kjöl, skilji. Við erum ennþá að tala að malbika milli þorpa. Við erum að tala að komast bara eftir þjóðveginum eins og til Reykjavíkur eða til Ísafjarðar án þess að fara, án þess að vera á malarvegum. Þannig að við erum í rauninni, þessi umræða vegi svolítið áhugaverð og hér hafa menn farið á fund með ráðherra og þar var lagt til að það yrði bætt þjónustan og þá kom það í ljós að þeir reiknaði þannig ef ég bæti þjónustuna örlítið hér á Vestfjörðum að þá þarf ég að bæta hana á öllu Íslandi en það kostar 12 milljarða. Þetta engin reikningur ef að sumir eru búin að bíða síðan 1960. Þá þessi samanburður og þessi klókindi í útreikningum eru bara ekki kannski nógu góð. Það þyrfti kannski aðeins að fara að hugsa
náum okkur upp á eitthvað level sem að getur talist eðlilegur og svo skulum við fara að ræða jöfnuð og hækka jaft. Þannig að, og við höfum reynd að tala það að við þurfum bara að hugsa svolítið dæmið. Málið hér, þetta ótrúlega fallegt svæði, hér allir Vestfirðir, hér hægt að keyra allt og skoða og ferðast og njóta. Þannig að atvinnutækifærin eru hérna líka. Þannig ég held að við séum bara komin á þann punkt að við ætlum að hafa þetta svæði svona aðgengilegt fyrir alla og ekki séum við ekki gleyma því hvað er frábært fyrir fólk að sunnan og norðan að geta bara komið hérna og keyrt eftir fínum vegum og notið þess með okkur, hvað er gott að vera hérna. Þannig að skilningur ríkisvaldsins er takmarkaður? Sko, ég vil nú segja núna undanfarið, þá svona finnst mér hafa rofa til. Þannig að ég held að hérna dropinn sé á holasteinin. Þannig að ég held að bara gefa þeim tækifærið. Það var núna, 6 mánuði til þess að kippa hlutunum í lag. Þannig ég er bara að veðja á þetta fólk. En hvernig er þá umræðan þegar heimamenn sitja bara við eldhúsborðið eða við fundaborðið og er að tala þessa hluti? Eru Vestfirðingar bara alveg brjálaðir út í þetta? Sko, veistu hvað ég hef komist að hreinlega? Vestfirðingar alvöru Vestfirðingar, þeir eru svo slæmu vanir að þeir eiginlega nefna þetta ekki. Það er svo frábært nefnilega að fá nýtt fólk inn í samfélagin sem að bara stendur allt inn upp á heiði og það segir að það sé búið að moka og það er ekkert búið að moka og að því þjónustan er svona misjöfn, að þetta fólk fer á Instagram og Facebook og hinir bara ná í skófluna í skottið og koma sér heim einhvern veginn. Þannig að við erum að tala það er svo frábært að fá allt þetta nýja fólk inn á svæði því það hefur allt aðra sýn á hlutina. Þannig ég held að margir Vestfirðingar hafi vaknað upp við það alveg, já, við erum eiginlega hætt að gera kröfur. Við eigum bara ekkert, við erum ekkert allt og bjartsýn og þetta sé að fara að gerast. Þannig ég held að mitt nýja fólki hefur svona eiginlega knúið á dyrnar og sagt, ok, nú, við verðum nú að fara að gera eitthvað, þetta er ekki alveg í lagi, þeir segja það þarna sem voru að flytja í bæinn. En hvernig er svona, mórallinn daglega, þetta er mikil uppbygging, er jákvæðni meðal íbúanna svona heyrist þér? Já, það finnst mér. Mér finnst svona fólk hefur trú og það er svona, mér finnst svolítið eldmóður mjög víða og við sjáum alls konar við erum að sjá bara vöxt bara eins og í listum og það er að koma hér upp menningarhús og það eru veitingahús og hótel og við erum að sjá í rauninni svona lítil fræ sem hafði verið sáð áður að það eru að koma spírur og jafnvel blóm sem staðar. Þannig að við sjáum virkilega að það er svona jákvæð þróun en þetta potast allt en mjög, mér finnst allir svona frekar jákvæðir og svona það er mjög mikið að gera hjá öllum því það er náttúrulega uppgangur á svæðinu og þannig að mikil eftirspurn eftir fólki að gera allt mögulegt. Stundum talað vestfirsku segluna? Já, það er náttúrulega kannski einkenni sem er bara mjög gott að hafa og náttúrulega fólk sem getur beðið eftir vegum í 60 ár, það hefur siglu. Þannig að ég held að við séum bara á góðum stað vestfirska siglan kemur fólki bara ágætlega áfram í lífinu bara hreinlega. En þú horfðir á klukkuna áðan 6 mánuðir, þú ert þá að horfa til alþingiskosninga. En svona umræðan í svona aðdraganda kosningana, hún fer af stað bráðum. Ætla Vestfirðingar bara að svona sitja og fylgjast með og fara svo bara inn á Facebook og rífa kjaft þar? Nei. Það er mikil vinna búin að vera síðastliðin ár í því að leggja fram gögn, að skýra stöðuna eins og hún er bara á fínu mannamáli,
Þannig að við erum að tala það að það búið að vinna mikið á baku tjöldin, það búið að vera margir fundir og ég vil hrósa öllu sveitarstjórnarfólki á Vestfjörðum og líka samtökum atvinnurekanda sem eru hér á Vestfjörðum á hverju svæði fyrir sig, bæði Ströndum, Ísafirði og hérna á sunnanverðu Vestfjörðum fyrir segluna að fara á alla þessa fundi til þess að fara yfir sín mál, til þess að reyna að ná fram eðlilegum umbótum og sveitarstjórnarfólk sem hefur þökk sér COVID reyndar geta tekið marga fjarfundi á síðastliðnu ári en voru annars iðulega í borginni á fundum að reyna að fá einhverja réttláta málsmeðferð í sambandi við vegamál sérstaklega og svo hafa náttúrulega komið fleiri mál í sambandi við ýmsa þjónustu. Þannig að ég vil nú hrósa þessu fólki fyrir segluna, þar kemur hún mjög vel fram og þannig að já, það er verið að vinna, virkilega. En þessi tími, þetta aðdragandi kosninganna, er hann nokkuð annað heldur en bara svona innantóm loforð og svo tekur raunveruleikinn aftur við? Ætti það að sitja bara undir því að það dugi ykkur að ykkur sé bara lofað og svo ekkert að marka það? Það er búið að vinna mikla grunnvinnu og það er nú búið að festa í stein eitthvað af þeim loforðum sem að hafa verið sett fram nú þegar. Þannig ég er nú á því að þetta sé bara komið í ferli. Hins vegar þurfum við umbætur sem að eins og til dæmis þessi göng sem ég nefndi áðan sem að bráðvantar á Vestfjörðum. Það eru 3 göng sem myndu leysa gríðarlega mikil svona innan bæjarmál bæði á Ísafjarðarsvæðinu og hérna sunnanvert. Að þá ef að það kemist í flýti meðferð að þá væri við í rauninni þá þetta orðið ansi gott því að það svo gaman með þessa vegi hérna. Það fullt af frábærum vegum. Það eru bara alltaf holur á leiðinni. Það vantar bara bíl. Þannig að við erum í góðum málum. Ég held að við séum búin að vinna vel. En hvað með þetta sem sagt að fiskeldi sem er svona þessi stóra innkoma inn í atvinnulífið en fiskeldið að vinna svolítið svona þvert á sveitarfélögin. Hvernig eru sveitarfélögin? Eru þau að tala saman? Er ekki bullandi rígur á milli þeirra? Núna staðan þannig að verið að vinna að samfélagssáttmála sveitarfélagana fiskeldi. Það sem að byggt á þeirri vinnu sem hefur farið fram hjá Vestfjarðastofu þá hafa verið svona reynt að meta hvaða þætti þurfum við að fara að skoða í sameiningu. Þarna kemur aftur gríðarlega erfið skilgreining hver á að fá tekjur af hví sem í landi Súðavíkurhrepps eða landi Bolungarvíkur eða landi Ísafjarðar. Þetta mjög flókið ferli, þetta þarf bara að leysa. Það vantar virkilega að leysa málin á efsta stigi, það sem sagt í lagasetningum og skilgreiningum á gjald, sem sagt hvernig tekjurnar að koma og hvernig renna til sveitafélagana. Það svona, ríkið hefur nokkuð tryggt sína innkomu en sveitafélagin situr svolítið eftir ennþá með, þannig að núna svolítið mikilvægt einmitt að sveitafélagin vinni saman og móti sína, sem sagt, á rauninni fái fram að það breytingar sem þarf til þess að iðnaðurinn geti orðið þá sá gríðarlega móttastólpi í samfélaginu sem hann geti orðið. En þessi samfélagssáttmáli sem að þið farið bráðum að kynna, svona rauði þráðurinn í því? Það í rauninni bara þessi heildarsýn að allir sjáu þetta eins, að við séum að vinna saman. Hann verður kynntur núna síðar en hérna það í rauninni að gengur út á það að við séum að horfa á Vestfirði sem heild. Hvað ætla Vestfirðir að gera með þetta fiskeldi? Það 60.000 tonn í pottinum. Ég ímynda mér ekki að það verði aukið við það og nokkurn hátt. Veita samt ekki, það ekki mitt að dæmi það. En ég lít þannig á það og út úr þessum magni eigum við að búa til flott samfélag. Út frá þessum magni eigum við að tryggja að hér séu flotta rannsóknir. Við viljum auðvitað tryggja umhverfismálin sé í lagi. Að við viljum tryggja að hér sé gott eftirlit með þessum iðnaði. Við viljum tryggja að fyrirtækin geti blómstrað og geti verið hérna. Við viljum auðvitað tryggja samfélagin geti byggst upp og það segir sig sjálft að samfélag, lítið samfélag vestur á fjörðum,
það ekki að fara að byggja upp hafnir á hverjum stað. Það ekki að fara að byggja leikskóla og skóla í gríð og erg núna fyrir þessa íbúa sem eru komnir. Til dæmis á Patreksfirði leikskólinn löngu sprunginn. En það vantar svolítið, bara í heildarmyndina svolítið hjá okkur á Íslandi að það er alltaf verið að tala að sveitarfélögin að eflast og styrkjast og allt það. Þegar þau svo eflast og styrkjast þá gerist ekki neitt. Þannig að það kemur ekkert auka fjármagn til þess að byggja eitthvað nýtt eða auka tekjur eða það kemur ekkert auka fólk á sjúkrahúsið. En við sjáum ekki alveg, við þurfum enn að berjast fyrir öllum stöðum sem á svæðinu. En okkur finnst það svolítið ekki nógu mikið fylgni á milli sem samt auðvelt að reikna út að væri eðlileg. Guðrún Anna að fara í lyftu upp á 7. hæð og hittir þar ungt, vel menntað fólk sem að býr í Árbænum í Reykjavík. Farðu nú með lyfturæðuna fyrir mig, hvers vegna á þetta unga fólk að flytja vestur? Bara engin spurning. Fyrsta lagi, hér eru bara góðir skólar, tónlistarskóli, tónlistarskólar, það eru, ég held, 3 tónlistarskólar á Vestfjörðum og við höfum góðan grunn, þetta eru góð samfélög, gott fólk hérna og svo fyrir utan sjálf kem ég með mína fjölskyldu úr stórborg, það er engin spurning að létta af sér þessu skutleri og keyriri og löngum keyrslum alla daga í vinnu til og frá vinnu. Ég meina 5 mínútur í vinnuna og börnin eru alsæl, þú ert í mjög öruggu umhverfi og almennt já, ágætis tækifæri til starfa. Þannig að ég myndi bara mæla með því fyrir alla. Og núna erum við komin upp á 7. hæð. Guðrún Anna Finnbogadóttir, verkefnastjóri hjá Vesturbyggð. Þakka þér fyrir að taka mót okkur hérna á Patreksfirði. Takk hérlega.